Heiladauði er þegar að fólk verður fyrir heilaskaða. Það getur verið af mörgum ástæðum, út af höggum, út af eitrunum, hugsanlega út af einhverjum lyfjum eða ef fólk er að nota eiturlyf eða hreinlega út af súrefnisskorti. En ef að sá partur heilans deyr sem að meðvitundin er í, sem er stóri heilinn, ef hann skemmist það mikið að meðvitundin er í raun og veru farin, en grunnurinn að heilanum, það er að segja litli heilinn og svæðið þar í kring sem er neðst í heilanum, er í lagi, þá andar viðkomandi, hjartað slær og líkamsstarfsemin virkar, en viðkomandi er algjörlega meðvitundarlaus og líkurnar á að viðkomandi vakni aftur eru nánast engar. Það eru til örfá dæmi í heiminum að fólk hafi vaknað upp eftir að vera heiladáið mjög lengi, en þau mál eru hverfandi fá. Það sem er gert þegar fólk er heiladáið, það er stundum látið liggja í dálítinn tíma, eru ættingjar sem að taka pínu ákvörðun þetta og í samráði við lækna, eða læknar kannski í samráði við aðstandendur frekar. En þegar fólk er heiladáið, þá er og líkurnar á að viðkomandi vakni séu taldar jafnvel engar, þá er stundum farið að hreinlega taka fólk bara úr sambandi. Stundum er fólki haldið lifandi svona með öndunarvél og sér í lagi ef það er þannig að þá er stundum slökkt á öndunarvélinni og þá bara deyr viðkomandi, en þá er þetta að nýta líffærin í annað. Ef viðkomandi andar sjálfur, þá er nú yfirleitt fólk látið bíða og sjá hvað gerist, en ef að það þarf að vera í öndunarvél og er í raun og veru ekki þannig að það haldi sér lifandi sjálft, að þá er stundum slökkt til þess að nýta líffærin í annað.